nú tókstu við hérna sem forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á Suðurnesjum 1. maí. Í hverju felst starf þitt? Starf mitt felst í að reka Fjölsmiðjuna og vera ábyrgur gagnvart stjórn Fjölsmiðjunnar. Og ég í miklu tengslum við Vinnumálastofnun og félagsþjónustu bæjanna sem koma að hérna fyrir rekstrinum. Og þau vísa til okkar þáttakendum sem að þau hafa á sínum snærum. En við erum með hérna nokkra starfsstöðar. Til dæmis hérna kompuna sem við erum stödd í, sem nýtjamarkaðurinn okkar, sem að mjög margir hér á Suðurnesju þekkja. Og hér opið alla virkadaga frá 9 til 3. Og við erum í óðaun að taka á móti vörum og koma þeim hingað fram og selja svo áfram. Og síðan erum við með bílaþvottadeild og við erum að taka á móti pöntunum í hana. Við tökum bíla þar í alþrif. Síðan erum við eldhús, þar sem þáttakendur fá að borða og starfsfólk. Og svo þetta bara svona lögum öll svona húsgögn og slíkt sem kemur inn á sem þarf eitthvað að laga. Við fáum mikið gefins frá fólki, við fáum úr dánarbúum, við fáum fólk sem að möbla upp hjá sér. Og ég var var við það þessum mánuði sem ég er búin að vera hérna, að fólki finnst mjög svona eðlilegt að láta gott á sér leiða og setja munina hinga frekar en að henda þeim. En við fáum líka allt sem kemur í nytjagáminn í Kölku. Þannig að dagarnir hér í Fjölsmiðjunni eru rosalega fjölbreytt. Maður veit ekkert alveg að hverju maður gengur þegar maður mætir á mótnana. Og við erum að bara taka á móti þessu krökkum sem eru hér hjá okkur, á aldrinum 16 til 24 ára, og vinna með þeim og ræða við þau á hverjum einasta degi. Hversu mörg eru þau svona, og hversu mörg mega þau vera? Sko, það hefur verið þannig að það hefur verið pláss fyrir 17 og hafa verið hér svona 15 til 17 á meðaldali. Núna þegar þessar skipulagsbreytingar voru gerðar, núna sem tóku gildi 1. maí, að þá færðist atvinnutorg hingað inn. Þá verður fjölgað þátttakendum upp í alltaf 30. Ég sé svona fyrir mér, þetta verður á bilinu 25 til 30 og kannski ekki allir sem verða hér alltaf. Einhverju verða einhverju vinnu með, sem sagt út frá okkur. Hversu miklu máli skiptir Fjölsmiðjan fyrir þá sem koma hingað og vinna? Sko, Fjölsmiðjan er svona hálfgerð svona, eins og maður getur sagt, svona haldreipi. Hingað mæta þau rjúfa þessa einvöru sem sumir upplifa. Við berum væntingar til þeirra, við væntum þessu mæti, við útdeilum verkefnum og reynum að skoða með hverjum einum hvar hans áhugi liggur. Og núna, sem sagt, þegar ég var ráðin, þá var líka ráðin hérna atvinnuráðgjafi og hún hefur það hlutverk að taka alla í viðtöl, gera persónuleg markmið fyrir hvern og einn. Við einstaklingsnýðum starfsemina að honum, reynum að finna hans styrkleika og veikleika og þegar að sá tími komin að þessi viðkomandi einstaklingur er bara búin að ná þeirri færni sem hann ætlar að ná, þá reynum við aðstofnum að komast í vinnu eða í námt. Og þetta skiptir ekki bara þáttakendurna máli, þetta skiptir samfélagi máli. Kompan er einna burðarásin í rekstri Fjölsmiðjunnar og við tökum bíla í þvott og slíkt. Þannig að við þurfum að höfða til samfélagsins að þetta er okkar sem hér búum á Suðurnesjum að hlúa að Fjölsmiðjunni vegna þess að margir þessar krakka, þau myndu kannski ekki gera mikið við daginn ef þau kemur ekki hingað. Og okkur vantar hreinlega verkefni frá samfélaginu þar sem við getum unnið hér á staðnum og við þurfum bara að vera svolítið á tánum við því að finna fleiri tækifæri til þess að hafa fjölbreyttari verkefni og til að styrkja reksturinn ennþá frekar.